Góðan daginn, Jón Oddsson heiti ég og ætla að kynna fyrir ykkur það sem við höfum kosið að kalla sveitagátt, sem er svona okkar tenging við vefinn og önnur kerfi. Sveitagáttin eru í þrír meginþættir. Fyrsta lagi er það vefumsóknir. Öðru lagi er svona runuvinnsla eða bunkafærslur. Þar sem að er aðalega gert fyrir ytri kerfi að taka á móti gögnum. Og síðan eru það frístundastyrkir. Ég ætla að renna yfir þessa meginþætti bara á glærum og síðan förum við í smá kynningu á hvernig hlutirnir eru í Navision. Vefumsóknir, þá er hugmyndin og reyndin svo að notandinn hann getur búið til þessi vefumsóknarform í Navision og síðan er hlekkurinn búinn til á vefseita félagsins og Wise vefkerfið að það birtir þessa umsóknarsíðu samkvæmt skilgreiningum formsins sem var búið til í Navision. Einnig er hægt ef sveitarfélög eru með önnur vefkerfi að þá geta þau tengst inn í Navision með samskiptum við þjónustur. Þannig það er ekki skilyrði í sjálfu sér að það sé notað Wise vefkerfið, heldur getur það verið hvaða í sjálfu sér vefkerfi sem er að tengjast inn með þessum vefumsóknum. Þegar vefumsóknin birtist á vefnum og þá fyllir íbúinn bara út vefumsóknina og sendir hana inn í Navision. Umsóknin er síðan meðhöndluð í Navision samkvæmt skilgreindu ferli sem er sett upp þegar vefumsóknarformið er búið til og þá er sagt hvernig á að fara, hvernig bókun á umsókninni fer í gegnum kerfið. Við förum nánar gegnum þetta á eftir. Runuvinnsla eða bunkafærslur, það er þá tenging við ytri kerfi, til dæmis leikskólakerfi. Þá kemur þetta að nokkru leyti í staðinn fyrir innlestur úr Excel-skjölum eða öðrum skráarfærslum. En skilyrðið er náttúrulega að ytra vefkerfi geri tengingar við Navision þjónusturnar okkar. Þannig að ytra kerfið kallar á vefþjónustur og sendir inn gögn í gegnum þær. Það er skilgreint í Navision hvaða ytri vefkerfi geta tengst og ytra kerfi getur verið með fleiri en eina tegund af gögnum. Til dæmis leikskólakerfi getur verið að senda inn leikskólareikninga. Það getur líka verið að senda inn leikskólareikninga sem að síðan fara út í reikning og send í banka. Það getur líka sendt inn til dæmis dagmæðra eða greiðslu til dagmæðra og þá fer það í allt annan farveg í Navision. Það fer í útgreiðslubók og greiðslu til dagmæðra. Þannig að
sama kerfi getur verið með fleiri en eina tegund af færslu sem flæði í gegnum kerfið. Nú gagnavennsl eða möppun skilgreind í Navision. Það er til dæmis þarf ekki að vera sömu tákn hjá ytra kerfi fyrir deildir eða forða eða fjárhagsregla og í Navision heldur þetta að mappa þetta saman. Nú bókun á bunka sem hefur komið inn fer síðan eftir skilgreindri úrvinnsluleið í sjálfu sér sama hátt og vefumsóknirnar. Til dæmis að búa til reikning eða búa til færslubækur eða þess háttar. Nú þriðji pósturinn í sveitargáttinni eru frístundastyrkir og hún snýst í sjálfu sér að þar geta sveitarfélög skilgreint á úthlutun á frístundastyrkjum til íbúa og síðan eru skilgreiningar á félögum sem að geta nýtt sér eða að þeim íbúarnir geta nýtt sér frístundastyrki hjá námskeið og tímabil. Nú skráning á nýtingu styrkja á námskeið. Það heldur líka utan greiðslur til félaga, hvaða þjónustu íbúarnir eru að nota hjá hverju félagi og nota þá styrkina til þess og þær greiðslur fara þá til félagana. Nú síðan þessi styrkina hægt að tengja í ytri kerfum, til dæmis Nóra og fleirum, en einnig hægt að nota sem sé vefumsóknarkerfið til að nýta styrki, til dæmis tónlistarnám eða öðru námskeið sem að bærinn stendur fyrir og kosta, að þá geta verið vefumsóknir sem að nýta sér frístundastyrki. Nú skulum við kíkja aðeins inn í Navision og við ætlum að byrja. Þetta eru þessi 3 póstar sem eru hér. Nú kannski örstutt varðandi stjórnunina að það eru þessar aðgangsstýringar vefumsókna og það bjóða upp á í raun og veru að við getum skilgreint hvaða aðgang hver starfsmaður hefur á til dæmis tegundum umsókna. Til dæmis getur sem sé leikskólastjórinn hefur sínar umsóknir leikskóla og svo framvegis. Nú kíkjum á vefumsóknir og þá hér uppsóknir, tegundur umsókna það sem stýrir kerfinu. Það hægt að búa til margar tegundir vefumsókna. Það hægt að flokka vefumsóknirnar í grúppur í það sem við viljum köllum vefauðkenni og ef við skoðum það aðeins að þá getum við haft marga vefi í
gangi sem eru þá kannski á heimasíðunni er það margir hlekkir og þá getur maður verið að velja sem sé að skrá á sumarnámskeið, skrá í frístund, mataráskrift og annað slíkt og þá fá þeir bara þær vefumsóknartegundir sem tilheyra þessu vefauðkenni. Þetta er svona til þess að menn fá ekki alla súpuna ólík námskeið sem að menn hérna er að sækja um. Nú, skoðum hér eina skilgreiningu á vef. Hérna erum við að lýsa því hvernig við ætlum að hafa vefsíðuna, hvaða valkostir koma inn á hana og fyrir hverja hún er í raun og veru. Við skýrum vefumsóknartegundina og lýsum síðan hverju og svo í lengra máli getum við haft aukna lýsingu sem birtist á vefnum. Við tengjum hana vefauðkenni, eins og ég var að segja, þetta sé frístunda umsóknir. Hér er bara, síðan er hægt að segja hér fyrir hverja, hvaða aldur þessi námskeið eru. Þannig að þegar umsóknin er gerð á vefnum og aldur þá barnsins í þessu tilviki, að þá leitar kerfið og birtir aðeins námskeið eða tegundir sem að tilheyrir þessum aldri og það er skilgreint hér. Síðan er hægt að hafa Síðan er sem við hægt að hafa samþykktar aðgerð og það er hægt að velja hvaða í raun og veru leið umsóknin fer í gegnum kerfið og við getum valið samning sem sé að það við samþykkjum umsókn sem er af samningur að þá býr kerfi til samning í þjónustukerfinu með tilheyrandi upplýsingum. Nú, hér verður bara til reikningur og ekkert sem sé flókið við það. Það er líka hægt að senda þetta í reglubundna reikninga ef að greiðslan á að innheimtast á einhverjum mánuðum eða sem sé þetta námskeið mánaðarlega, mataráskrift sem er greidd mánaðarlega og svo framvegis. Síðan er þetta lánardrottnarfærslur sem er þá greiðslur til styrki, dagmæður og annað slíkt. Reikningar á tímabil og svo aðrir styrkir. Nú, tegundakódinn fer eftir hvaða er valið hér. Ef þetta er samningur, að þá er sagt hvaða tegundasamning þetta á að vera. Síðan er þetta að velja hvort að reikningurinn bókast sjálfkrafa eða hvort að ef þetta er reikningur hvort hann bara verður til og síðan þarf að bóka hann handvirkt. Upphafsstaðan getur verið umsókn samþykkt og þá bara fer hún sjálfkrafa beint í reikningagerðina eða í bið og þá bíður hún eftir að einhver kemur og samþykkir. Nú hægt er að skilgreina fjölskylduafslátt. Hér er tegund uppsetningar, þá er annars vegar hægt að vera með þessi vikudaga í línum. Þá er þetta eins og hér frístundaheimili
fyrir vikudag, þá hægt að velja í sjálfu sér 1, 2 eða 3 daga, ekkert endilega alla af þessu. Nú, greiðsluþáttaskilyrður, afmarka línutegundur. Nú, hér er hvort að greiðandi og skráandi og vera sam og greiðandi eða umsækjandi. Nú, regla fyrir bókundagsetningu, hvort þetta sé vinnudagsetning eða dagsetning reiknings. Umsóknar það segja. Nú, hvaða færslulýsingar eiga að koma á reikning. Hvort eiga að vera fastur færslutexti á allar þessar tegundir. Hvort eiga að gera reikning per umsókn. Eða hvort eiga að breyta dagsetningu. Þar segja ef að námskeið sem er frá 1. til 30. mánaðarins, að þá gefur kost á að menn komi inn kannski 15. í miðjum mánuði, og þá er leyft að breyta upphafsdagsetningu á námskeiði á vefnum. Nú, hérna eru stillingar varðandi styrki, ef þeir eru valdir, hvernig eiga bókast og hvaða viðskiptareikning. Þetta er svona umsóknin, og síðan er skráning á línum. Í línum hér, og hér eru nokkru möguleikar í gangi, það er þessi kódar. Nú, línukódi þarf ekki að vera, en hann getur verið, og ef hann fer dálítið eftir í hvaða samþykktar tegundir valin. Þið sjáu hér að því þetta er samningur, að þá getum við sagt að þessi lína á að fara í greiðslulið á samning. En ef að þetta er til dæmis reikningur, þá gætur sett inn forða, þá kemur inn forði, eða þannig að það skiptir eða breytilegt eftir hvað er hér. Hvaða hérna línukódar eru mögulegir. Síðan er þetta að setja verð, eða verði getur líka komið frá utanliggjandi kerfi. Hvaða tímabil, sýna, skráning hefst, og þá birtist þetta ekki á vefnum fyrir en skráningadagsetningin byrjuð, og ef henni er lokið, að þá hérna birtist þetta ekki á vefnum nema að það falli inn í þennan tímaramma. Síðan er þetta loka fyrir skráningu. Það er hægt að segja hvaða lágmark og hámark, og síðan er hægt að hafa hér hvort að við leyfum að það sé biðlisti eða ekki. Þetta er svona dæmi hvað þetta er að gera í uppsetningu. Þetta getur verið svona dálítið samsett og snúið, sérstaklega það eru mismunandi samþykktar aðgerðir sem eru þá með dálítið öðruvísi framgang. Núna ætla ég að hoppa aftur í PowerPointið og hérna sýna ykkur svona hvernig þetta lítur út á vefnum. Og hérna er dæmið útlit, og hérna er sem sé umsókn og þjónustu. Hérna koma það sem umsækjandi er valur, og þá fær hann sín mögulegu námskeið upp til þess að velja. Og hér er valið 6 ára námskeið í Álandsskóla, og þá koma
allar línurnar sem voru á vefumsókninni og hann getur þá valið hér eina eða fleiri línur til þess að taka þátt í. Og síðan næsta skref þá þarf að setja inn upplýsingar umsækjendur og allan þennan þátt. Hér kemur verðið hér. Síðan hægt að setja upp í kerfinu ýmsa kóta sem hægt að tengja við vefumsóknina og það eru þá upplýsingar sem almennar upplýsingar eða þá að svona sem þarf að vera eins og barn sótt, gengur heim með athyglisvert og eitthvað svona sem þarf að huga að ef barnið fer í einhver konar vistun. Nú, og hér er greiðslumótinn og síðan þetta var samantektinn og síðan er að senda inn skráningu. Svona lítur vefumsóknin út. Ekki samkvæmt þessari skilgreiningu en einhverju svona álíka skilgreiningum. Nú, fleiri skoða hér. Hér er annars konar gerð af námskeiði. Það er ekki talað vikudagana, heldur þetta bara venjuleg og þá er þetta námskeiðir í boði og í dæminu sem við sáum áðan að þá voru hér öll námskeiðin skilgreind. Nú, ég ætla svo sem ekki að fara mikið yfir þetta hér. Hér er þetta að skilgreina greiðsluhætti sem eru í boði fyrir annarkvort vefumsóknartegundina eða vefkerfið sem ræðir og síðan er það bara tengt við greiðsluhátt í Navision sem síðan hefur áhrif þá á bókunina í framhaldinu. Til dæmis ef þetta er staðgreitt á vefnum með korti að þá fer hún aðra leið í bókun heldur en ef þetta á að verða að greiðsluseðli. Nú, langar mig aðeins að sýna ykkur sem sé vefbunka. Og hér er sem sé tenging eða sem möppun. Það sem við erum að fá inn ákveðna kóta í gegnum vefbunkana og þá erum við hér að skilgreina að það sem heitir lykil 1, hann á að fara í forða númer þetta og svo framvegis. Bæði er hér að ræða sem sé Altakvít 1 og 2 sem sé deild og verkefni og síðan ef þetta er reikningur.
Nú, að öðru leyti eru vefbunkarnir frekar einfaldir. Það koma inn straumur af gögnum og þeir verða að flokka niður í vefbunka og í hverjum vefbunka í sjálfu sér eru kannski fjöldi affærslum sem síðan er tengt venslakótanum og síðan er bókað og sama hátt og við skilgreinum í vefumsóknunum að það geta verið mismunandi bókunarleið í gegnum Navision þegar við bókum þessa bunka. Nú, í þriðja lagi þá er það tómstundir eða frístundastyrkir og þá erum við með skrá yfir iðkendur sem að koma inn í kerfið. Og hérna er yfirlit yfir skráningarnar á námskeiðin og hér er hvaða styrkur er veittur og svo framvegis. Nú, þetta eru styrkfærslurnar, styrkgreiðslubeiðnir, námskeiðin sem er að ræða og síðan er greiðsla til íþróttafélaga. Þessi félögin hér og síðan er þeim greitt samkvæmt námskeiðaþátttöku íbúa. Ég ætla svo sem ekki að segja meira tómstundastyrkina eða frístundastyrkina en þeir, eins og sagði kannski í upphafi, að það tengist annars vegar ytri kerfum eins og Nóra og eins er hægt að tengja þetta vefumsóknarkerfum hjá VICE og umsóknir námskeið sveitarfélagsins það var hægt að nýta sér þessa styrki til þess. Ég vona bara að þetta gefi ykkur svona allavega hugmynd hvað kerfið getur gert fyrir ykkur og þakka fyrir mig.